að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 20 mínútur í 9 eða 36 mínútur yfir 8 réttara sagt afsakið. Og við erum konið hérna yfir núna í handboltan og það er 18. maí fyrir þá sem að hlusta hérna á þetta viðtal eftir á, en línunni er komin Arnar Gunnarsson, þjálfari Fjölnis í handbolta og var lengi hérna, varst ekki hérna í 10 ár hérna á Selfossi, Arnar, eða hvað varstu lengi? Það passar. Já, þú varst í 10 ár og þið finnst væntanlega það ekki svolítið skemmtilegt að fylgjast með svona gömlu peyjónuðinu sem eru núna út alla trissur í efstu deildum? Jú, sjálfsög, þeir eru flottir. Já, og það er svolítið gaman að því að það er alveg Selfoss hér og Selfoss allstaðar hérna í efstu liðunum hérna í hérna Ólís deildinni. Já. Það er gleðilega, en hérna aðeins, núna byrja kannski að spyrja hvernig hefur það hérna í gráinu? Þið náðu ansi langt, voru nú bara einu leik frá því að komast í úrvalsdeildina? Já, ég hef það bara mjög gott að ekki fyrir, en við vorum ansi náðast þessu, það var svona bara hásbreytt, kannski má segja. Já. En gekk svona vonum framar, en nú það bara að halda áfram og reyna að gera enn betur. Svona hópurinn sem þú ert með þarna í gráinu, þetta er frekar eða ekki ungur og etnilegur hópur sem þú ert með þarna, það er ekkert mikið af gömlum leikmönnum í þessu liði? Nei, það er það ekki, nema þú kallir 27 ára gamla leikmenn gamla. Nei, ég er 28 ára, þannig að ég ætla ekki að fara að kalla það gamla, nei takk. Já, þetta er bara svona svipað bara og fleiri liður með, Selfoss og fleiri. Þetta er mest ungi strákar, sko. En svona, nú ertu búin að vera viðlóginn hérna, svona meistaraflokksþjálfun í svolítið tíma og finnst þið fyrsta deildin búin að taka einhverju breytingu svona á síðustu árum? Ekkert endilega, hann kannski jafnari. Fjölgunin gerir það að verkum að náttúrulega það er auðveldara bæði að komast í umspil og náttúrulega tryggt að tvö neðrildalið fara upp. Það er svona, finnst mér, gerir þetta aðeins skemmtilega líka. Já, náttúrulega. Og svona með hvernig þetta tímabil var þá var ansi mjótt á milli svona liða alveg frá 3. sæti og niður í hvað, 7. eða hvað? Nú man ég ekki stöðutöfluna og lokatöfluna. Jú, kannski svona, en ég held að það hefur nú verið gæðamunur á bæði Fjölni og Selfossi og svo KR og Hamrunum. Ég held ég sé nú ekki að móðga neitt með því, sko. Nei, nálega. En hvernig svona, það kom hérna nýtt lið núna sprott hérna á Suðurlandinu, þar voru ansi margir eða ekki gamli lærisveina þínar þarna í því liði, þarna IF Milan? Jú, maður var alltaf að spila með einhverja sem maður þekkir. Já. Bara mjög flott hjá þeim og vonandi að þau bara haldi áfram með þetta og náðu bara að þróa sig enn betur. Voru einhverju leikmenn hérna sem þú varst, svona sem gladdi þig að sjá þá þeir voru komnir aftur í handboltan? Já, sérstaklega Yngvi og Tryggvi. Já. Það eru þeir miklu uppáhaldi. En svo það sem mest gladdi mig var bara að sjá að Örn Þrastar náðu að spila. Já. Hann blómstraði þarna í 11 leikjum, það var nú, ég sé hérna tölfræðinni hjá hann hefur skorað 92 mörk í 11 leikjum. Já. Örn var að mínu mati gríðarlega efnilegur leikmaður og flottur. En bara því miður þá var líka minn ekki alveg að halda. Nei. Og má kannski segja að það hafi náttúrulega búið að stoppa hann. En hann hefur þetta og hann kann þetta. En Fjölnisliðið sem við vart með núna, þetta er ungt og einnert lið og það eru allir svona bara klárir í bátana þarna að halda áfram með það ekki? Jú, við höldum öllum leikmönnum fyrir utan kannski lánsmennina okkar. Það var eftir að koma í ljós hvað verður með þá. Og eru þetta allt uppaldnir Fjölnismenn eða í þessu liði? Já, allir nema þessi lánsmenn. Já, en hvernig svona, nú er það ekki svona mikil uppbyggingi í handboltanum hérna í gráaunum að þeir eru meira að koma inn með það ekki kvennalið núna inn í Ólís-deildina? Jú.
Það verður kvennalið í vetur og það eru búin að fá held ég 3 leikmenn eða 4 núna frá öðrum félögum sem að hafa ekki verið að spila nógu mikið kannski. Já. Og maður bara vonandi að það standi sér vel. Já. Hvernig svona, já, fannst þér núna ef ég fer aðeins út í aðra deildir, hvernig fannst þér svona að fylgjast með hérna Ólísdeild karla núna í vetur? Nú eru Haukarnir Íslandsmeistarar, kom það þér eitthvað óvart? Nei, ég spáði að þeir myndi inn þetta, þannig að ég veit ekki með óvart sko, en minnst okkur stig glemdi mig. Já. Ég náttúrulega held með Árna og Janussi og Einar Pétri líka og Elías Már er góðu vinur minn og Patti líka, þannig að ég held með þeim. Já. En ykkur... Þeir voru bara frábærir í þessari úrslitakeppni og vörnin hjá það var frábær, markvarslan góð og Árni og Janus frábærir, þannig að það var bara mjög skemmtilegt að horfa á. Sko. Ykkur leikmaður sem þú hefur þjálfað svona eins og í gegnum akademíunum á Selfossi og sem þér finnst svona að vera búin að blómstra núna meir en aðrir leikmenn svona á þessu tímabili, hvort sem þeir að leika utan eða heima? Þetta reynda þungt því að þú ert búin að þjálfa svo marga. Já, og nú þarf maður að fara að gera upp á milli. Það nú alltaf hægt. Nei, sjálfur sér ekki. Ég hef alltaf bara haft mikla trú á þessum görum. Þannig ef að þeir standa sig, þá kemur það mér ekki óvart, sko. Já. En ef þú gerir upp á milli árganga hérna á Selfossi, ykkur sérstaklega árgangur sem var, já, svona betri en annar sem að þú hefur þjálfað? Þetta þung spurning hérna sem eitt spyr. Já, útgreinlega vopnaður í kvöld. Já, alveg rosalega vopnaður. En þetta hlustendur sem að henda þessu spurningu. 90 árgangunum var náttúrulega kannski svona mestu hæfileikana. En það var mjög gaman að þjálfa 91 árganginn, 92 líka. Svona kannski meiri vinna með þá. Annars var ég ekkert rosalega mikið með 90 árganginn, svo var 93, 4 og 5, þetta er allt mjög skemmtilegir hópar sko. Og 88 og 9 líka, mjög flottir. Þannig að þetta er svolítið mikill fjöldi. 87 líka, bara kvarnaðist í miður alltaf mikið úr þeim. Nei, nákvæmlega. En það voru flottir strákar þar. Þannig að það er mjög erfitt að taka einhvern einn út sko. Nei, nákvæmlega. Þetta er rauninni eins og að gera upp á milli barnanna kannski. Já, ef ég ætti þau. Já, örugglega. Já, nákvæmlega. En svona, áður en ég svona sleppi þér, þá verði ég nú að spyrja þig enn og aftur hérna svona uppbyggingin í Grafarvogi, hvernig eru svona aðstæður þarna eins og í Fjölni, svona varðar þjálfun og fleira og svoleiðis? Sko, aðstæðan í húsinu sem slíku er góð. En svo fjöldi tíma hins vegar mjög slæmur. Þetta bara vantar tíma og þetta háir okkur miklu meira en körfunni af því þeir hafa rimaskóla. Þeir eru rauninni með 3 löglega körfuboltavelli til þess að æfa en við bara 1. Þannig að við erum í mjög miklum vandræðum hvað það varðar, þannig að ég bara fór að fullyrða það er ekkert félag í eins miklum tíma skorti og við. Nei, náttúrulega. Og við þurfum að æfa vítt og breytt um Reykjavík til þess að geta bara fyllt okkar æfinga kvóta, sko. Náttúrulega. En svona, já, eitthvað í lokin sem við erum að gleyma að fara í gegnum? Já, þú sagði að þetta með lista, þannig að Já, ég er ekki með lista, það er enginn að spyrja mér lengur neina spurningar og það þú þekkir mig betur en þetta, ég kem ekki með svona þunga spurningar. Þannig. Já, ég hvet bara fólk til þess að fylgjast með boltanum, svo bara umspilið í vor var mjög skemmtilegt, það var vel mætt á leikina og það segir bara sína sögu að handbolti er bara Já, hann er bara svolítið mikið í hjörtum landsmanna og held að eigi bara þar stóran stað.
Þú ert náttúrulega búin að þjálfa í talsverðan tíma, finnst þér svona framtíðin hjá okkur eins og með íslenska landslið, erum við að fara að fá góða unga leikmenn inn í landsliði náinn í framtíð? Já, ég ekkert hræddur við framtíð íslensk handbolta ef menn þora að gera þær breytingar sem að ég tel að þurfa að gera. Ég alls ekki hræddur við það. Það getur vel verið að komi einhver niðursveifla en ég held að hún verði ekki mikil. En við eigum mjög marga góða leikmenn og ég held að það verði ekkert að það verði öðruvísi kannski landslið. Það verði ekki svona kannski, einhverja stjörnur eða eitthvað þannig. En ef maður nefnir bara dæmi, vinstra hornið náttúrulega gríðarlega vel mannað ef við tökum Guðjón Val í burtu. Já. Við eigum Óla Guðmunds og Óla Gúst og fleiri unga strákar sem geta komið vinstra megin, Aron Pálmarsson og bara 25 ára. Þannig ekki eins og hann sé orðinn og gamall. Nei. Og miðjan vel sett og við eigum fullt af strákum, svo geta strákar eins og Árni og Raggi sprungið út og ég ekki hræddur við þetta. Menn þola, mér veist bara þurfa að breyta ýmsu í landsliðinu. Mér veist við að gera sömu hlut til það og síðustu 7-8 ár og Sittum kannski aðeins á svona fornri frægð? Já, þetta svona eins og að horfa á framhaldsmynd sem að löngunum þreytt, sko. Já, nákvæmlega. Arnar Gunnarsson, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og svona rétt í núna algjörlega síðasta, eða er eitthvað sem þú saknar mest við Selfoss, hvað geti það verið fyrir utan handboltan? Ég sakna sundlaugarinnar og hitta Þröst og Svan og Hlöðver í Gufu og fleiri góða menn. Ég sakna þess langt mest, sko. Já, það hefur verið mikil heimspeki rætt það. Já, tvíburarnir náttúrulega eru bara með þetta í teskeið, sko. Þannig að slóknum við það. Nákvæmlega. Hvað er ekkert óskalag? Jó, að sjálfsög, ég gleymi því náttúrulega. Hvað viltu heyra svona í lokin? Herru, það er lag með norskri hljómsveit. Norskri hljómsveit? Já, Dimmuborgir. Dimmuborgir. Já, spila mjög létta og líflega músík. Já. Og lagið heitir Alle helgens stút í helvete ríke. Alle, hvað segirðu? Alle helgens. Já. Dót. Dót? Já. D og D. Já. Í helvetes ríke. Þarna, alle helgir dót í helvetes ríke. Já, bara finnum það. Já, lukaðu við endum þetta á því. Og hlusta mjög vel á niðurlagi, það er skemmtilegt og hressandi. Endum þetta á því. Bestu þakkir, Arnar Gunnarsson. Ok.